Komið sæl, þá komið að næstu köflum hjá okkur, köflum 2.5 og 2.6 víkinga á landnám Íslands. Ég ætla að biðja ykkur að afsaka röddina á mér fyrirfram, hún ekki upp á sitt besta, við skulum reyna að komast í gegnum þetta saman. Áður en við byrjum, ætla ég að biðja ykkur bara að ýta snöggvast á pásutakkan og reyna að svara þessu spurningum eldsnöggt. Hvað vitið þið víkinga? Hvað rétt í eftirfarandi? Víkingar sigldu á víkingaskipi milli landa, þeir fóru rænandi og Upplandi. Þeir voru miklir bardagamenn, þeir höfðu hjálma með hornum á höfðinu og ef þeir dóu í bardaga var trú þeirra sú að þeir færu til Valhallar, paradís víkingana. Þannig að ítið snöggvast á pásu og sjáu hversu mörgum þeir náðu að svara rétt. Jæja, þá eru þið væntanlega búin að reyna við þetta. Öll atriðin hérna framan voru rétt nema þeir fjórða. Víkingarnir þeir voru ekki með hjálma með hornum, líkt og fram kemur á sömu myndum, hvað sem eru bíómyndir eða teiknumyndasögur eða hvað svo sem þið hafið lesið eða fylgst með eða kíkt á. Víkingaöldin sjálf, hún talin byrjuð árið 793 eftir Krist með árás víkinga á klaustur í Lindisfarne sem er á austurströnd Englands. Við skoðum kortið eftir að við sjáum þetta betur. Ástæður þessara víkingaferða eru svona ýmislegar. Það var mikil fólksfjölgun í Skandinavíu þessum tíma, víkingarnir koma þaðan. Þeir áttu góð skip og höfðu mikla siglingakunnáttu. Einhverjir telja að þetta hafi verið ákveðin ævintýraþrá og svo náttúrulega kannski síðasta er svona græðgin. Þeir kannski, menn ætlu sér að fara og ná einhverjum skjótvegnum gróða með fögur fyrirheit í öðrum löndum. Þannig að svona tegundi víkingaferða þær voru fernar. Það er svona sjóran og strandhögg. Þeir voru að ráðast mikið á eins og segir hérna klaustur og strandbæi víðsvegar Evrópu. Herferðir í landvinningaskyni, víkingarnir þeir settu staðvísvegar og við sjáum það enn aftur betur á kortinu hérna eftir. Þetta voru verslunarferðir, það var mjög auðvelt að flytja vörur á knerrum víkingarna, sjóskipunum miklu og síðast en ekki síst þá voru þetta náttúrulega landnámsferðir eins og við Íslendingar þekkjum nokkuð vel. En hverjir voru þessi víkingar? Jú, þetta voru svona þjóð sem bjó á Norðurlöndum. Það þeir bjuggu seinna meir á Íslandi en upphaflega komaði frá Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi og svona kannski einnig aðeins víðar Evrópu. Víkingar voru sæfarar og ferðuðust víða og það sem kallað var að fara í víking, það var raun og veru að flytjast Evrópu með siglingum. Og þetta hugtak sem við náttúrulega notum með þetta í dag, samanber útrásar víkingar, bankasnillingarnir okkar sem að gerðu gott mótandi kringum efnahagshrunið og fyrir það, eða hitt og heldur. Það að fara í víking, það svona átti aðalega við unga menn, þetta voru ekki konur sem voru mikið að fara í víking. Þetta svona var yfirleitt á sumrin, þegar náttúrulega veður kannski var hvað hagstæðast, það er kannski ekki auðvelt að sigla mikið yfir harðan vetratíman Atlantshafið. Og tilgangurinn var gjarnan svona að reyna ungum menn, þetta var kannski ákveðin manndómsvígsla, að koma ungum mönnum til manns. Og hún fræg vísan eftir Egil Skallagrímsson. Svona hann á að hafa verið 7 ára þegar þessi vísa var kveðin því að vondi lært svolítið hann í íslenskunni og ég eftir að gera það, hann mikla kappa. En það var sett beramóðir hans sem sagði við Skallagrím, faðir Egil Skallagrímssonar, að sonurinn væri í víkingsefni og þá á Egil að hafa kveðið þessa miklu vísu. Það mælti mín móðir, að mér skyldu kaupa, fley og fagrar árar, fara á brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar, höggva mann og annan. Og þetta sjálfsögð úr Egils sögu, ef einhver hefur áhuga að lesa þá skemmtilegu bók. En hvað það sem orsakaði framrás víkingarna eða norrænna ásatrúarmannanna? Víkingarnir voru náttúrulega ekki kristnir á þessum tíma, þeir voru ásatrúar, heiðingjar, eins og margir kölluðu það. Fyrst og fremst kannski þetta fólksfjölgun vegna aukinnar matvælaframleiðslu. Það voru mikla framfarir í landbúnaði munið eins og við erum búin að fara og með tilkomu plógsins og járnsins meðal annars þá jókst matvælaframleiðsla samhliða landbúnaði töluvert og þar af leiðandi fjölgaði fólki. En einnig hlýnandi veðurfar, það kom mikið hlýðindi tíð á þessum tíma þannig að það var svona auðveldara kannski fyrir menn að ferðast mikið, sérstaklega yfir hafið. Þróun skipasmíði spilaði sinn sess í þessu.
Víkingaskipin að Knerrirnir voru með afar sterkan kjöl sem risti grunnt, þannig að þeir gátu siglt upp fljót og ár, til að mynda á Bretlandi gátu siglt þar upp ýmsar ár landinu á landi og gátu komist líka nálægt landi mjög hljóðlátlega. Þeir þurftu ekki að leggja af lengst fyrir utan landið og koma sér svo þar. Þeir sigldu bara langleiðina upp að landi og gátu þar með komist mjög hratt og leynilega að fórnarlömbum sínum, að skotmörkum sínum. Víkingarnir höfðu góðan aðgang að viði til smíða, alltaf mikið skólendi á Norðurlöndunum og hagkvæmustu flutningaleiðir eins og við komum áðan voru náttúrulega sjó á vötnum, þannig að það var auðvelt fyrir þá að flytja vöru til. En svo kannski líka má segja að þetta hafi tengst bara landþrengslum og ævintýraþrá. Það var mikil fólksfjölgun á Norðurlöndunum, þannig að það var orðið kannski þröngt mannin og menn vildu það einfaldlega bara finna nýja ævintýri með því að sigla til annarra landa. Að fara í víking, það þess að víkingar frá Svíþjóð, Danmörku og Noregi, svona hvert þeir voru að fara. Víkingarnir frá Svíþjóð fóru til Póllands og Eystrasaltslandana, Lettlands og Litáens og fleiri, til Rússlands og Miklagars sem Konstantínópel eða Istanbul í dag og þeir stofnuðu nýlendur meðal annars í Kænugarði í Úkraínu sem höfuðborg Úkraínu í dag, Kyiv. Hefur verið töluvert í fréttum í átökunum þar. Víkingar frá Danmörku fóru til Þýskalands og Frakklands og Englands og jafnvel allt suður til Miðjarðarhafs og á tímabili þá réðu þeir völdum í Sikiley sem hluti af Ítalíu í dag og þeir settust líka í Normandí á norður Frakklandi, gerðu það samninga við ráðandi menn að þeir fengju að ráða Normandí gegn því að þeir myndu verja hérað fyrir innrásum annarra víkinga og nafni Normandí að sjálfsögðu tekið frá Normönnum og einhverju kannski þekkja Normandí frá því að þar var innrásin mikla í síðari heimsstyrjöldinni árið 1944, hún var í því héraði. Og síðast en ekki síst þá það norsku víkingarnir, þeir fóru til Skotlands, Skosku eyjanna og Írlands. Þeir stofnuðu Jarlsdæmi á Írlandi og réðu Dublin, höfuðborg Írlands, lengi vel. Þegar síðan fóru þeir líka norður í Atlantshaf, til Færeyja, til Grænlands, allarleið til Ameríku og síðan það talið að það hafi verið norski víkingar sem settust að á Íslandi. Og við getum kíkt eldsnögt á þetta flotta kort sem sýnir svona hvaða víkingarnir fóru. Við getum séð að norsku víkingarnir þeir að fara hingað, meðal annars til Færeyja og Íslands og Grænlands og Ameríku sem Vínland á þessum tíma. Þeir fara niður til Miðjarðarhafsins, til Miklagars, fara hingað niður til Úkraínu og Kyiv, austur til Rússlands, voru í Þýskalandi og svo náttúrulega Normandí héraðið, það sem þeir settust að. Þannig að þetta voru engin smá ferðalög á með við þennan tíma. En við skulum halda áfram. Eyjan Thule eða Ísland, menn vissu lengi að þessari eyju. Elsta heimildin Ísland talin vera frá árinu 825, en þá var það írski munkurinn De Quilus sem skrifaði mikið landfræðirit og lýsti þar eyjunni Thule sem átti að vera óbyggð ey norður í Atlantshafi. En munið eins og við ræddum fyrir í bókinni að þá voru það líklega munkar frá Bretlandseyjum, að flestu líktum írskir munkar sem sigldu út á haf á skengbátunum sínum og voru að leita svona óbyggðum eyjum þar sem getur sest að í friði og stofna kannski klaustur. En það voru líklega þeir sem komu fyrst til Íslands og jafnvel settu stað í einhver tíma. Þannig að De Quilus, hann hefur vitað af því. Helstu heimildir í Landnámið eru annars vegar úr Landnámabók sem talin vera rituð 1250 og hins vegar úr Íslendingabók sem var skrifað af Ara fróða svona á bilinu 1122 til 1133. Og af þessum tveimur þá Íslendingabók talin svona heldur traustari heimild. Við vitum hver höfundur hennar og getum með nokkru vissu sagt fyrir hvenær hún var skrifuð. Af landkunnum og landnámsmönnum þá ber fyrst að nefna Nadod sem kom að landi við Reyðarfjörð á Austurlandi og eftir honum er nafni Snæland komið, hann skýrði Ísland Snæland. Garðar Svavason, hann kom að landi svona talin hafa sest aðeins að tíma norður á Húsavík og með honum í för var þrællinn Náttfari sem við skulum aðeins tala betur á eftir, skiptir svolítið máli fyrir söguna.
En nafnið Garðarshólmi, það komið frá Garðari Svavarssyni. Síðan það hann hrafnaflóki sem að kemur að landi hérna á Barðaströnd, hér á Vestfjörðum. Og það hann sem að nefnir Ísland fyrsta skipti í Ísland. Þaðan þetta nafn komið. Þegar hann var að sigla á brott frá landi og var við hafís, mikinn hafís, þannig að landið var nefnt Ísland upp frá því. En þessir 3 kappar hérna, það ekki talað þá sem landnámsmenn, heldur voru það Ingólfur Arnarson, fóstbróðir hans, Hjörleifur Hróðmarsson, og svo kona Ingólfs, Hallveig Fróðadóttir. Það talað um þau svona sem fyrsta landnámsfólki, þau eru svona fyrst talin hafa sest hér að í dágóðan tíma. Nú, eða hvað, í Landnámabók, og þið getið lesið þetta hérna í bókinni á blaðsíðu 100, þar segir að Náttfari, sem var þræll Garðars Svavarssonar, hafi orðið eftir á landinu þegar Garðar sigldi burtu. Og annars staðar í bókinni segir að Náttfari hafi búið í Reykjadal þegar aðrir landnámsmenn komu þangað, og þessi landnámsmenn áttu að hafa hrakið hann út í það sem nú Náttfaravík, rétt hjá Húsavík á Norðurlandi. Og ef þetta rétt, þá hefur Náttfari að sjálfsögðu hafst við hérna á landinu, búið hérna áður en Ingólfur Arnarson kom. Þannig að það hlýtur að vekja upp þessa spurningu, af hverju ætli Ingólfur sé þá kallað fyrsti landnámsmaður Íslands en ekki Náttfari? Og þetta kannski spurning sem við skulum bara svara í næsta tíma. Hvaða aðrar heimildir en Íslendingabók og Landnámabók höfum þá landnámið? Jú, það þetta svokallað landnámslag sem goslag frá gosi í Torfajökli eða svona þar kring, og það rekjum við aftur allt til ársins 871. Landnámslagið lítur nokkurn veginn svona út. Það að segja, þegar kemur eldgos þá leggst náttúrulega gosaskan ofan á jarðveginn og myndar svona þetta líka fína lag. Og svo í gegnum tíman þá náttúrulega leggst ofan á þetta goslag bara annars konar jarðvegur. Hérna sjáum við annað svona lag, miðaldalagið heitir þessi lína hérna. Svo hérna önnur lína frá Kötlugosinu sem var við kringum árið 1500. Og með því að grafa svona á jörðina þá hafa fornleifafræðingar náð að átta sig á því hvernig á þessu öllu saman stendur. Það sýningu hérna eldsnögt að Torfajökull hann hérna. Gosið talið að hafa verið hérna á þessu svæði. Þannig að goslagið, gosaskan þar að segja, dreifist hérna svæðið og hefur náð allarleið hingað meðal annars til Reykjavíkur, því að þegar menn voru að grafa upp gamlar húsarústir þá fundu menn leifar af þessu goslagi, og þetta goslag hefur líka náð allarleið hingað yfir til Grænlands, því að menn hafa grafið upp hérna á Grænlandi úr jöklinum leifar af þessu goslagi, og þær hafa varðveist ansi vel í íslum þar, og með svona vísindalegri greiningu á þessu, þá hafa menn áttað sig á því að þetta landnámslag, það hérna frá árinu 871. Þannig að með nokkurri vissu má því segja að á þessum tíma var sannarlega komin byggð á Íslandi. Nú, aðrar heimildir eru til að mynda tungumáli okkar. Hér náttúrulega tölum norræna tungu í dag. Hér talað blóðflokka, en íslensk erfðagreining, hún hefur náð að rannsaka það að svona við erum að stærstum hluta komið frá Norðurlöndunum, þó að við líka ættir að rekja til Bretlandseyja. Grafsiðir okkar og skartgripir og byggingastíll eru að sjálfsögðu í líkingu við það sem að þekktist frá löndum víkinga á Norðurlöndunum þessum tíma. Þannig eins og segir hérna næst, við erum mestmegnis norrænir menn, þó í blandu Kelta frá Írlandi og frá Bretlandseyjum. Svo hérna aðeins í lokin, spurningi hvort við séum komin að konungakyni. Í Landnámi segir að orsök þess að fólk fór í miklu mæli að setjast að og flytjast hérna yfir til Íslands hafi verið því mikli yfirgangur Haralds Hárfara, konungs í Noregi á þeim tíma, og það hafi þá verið svona smákóngar og höfðingjar sem hafi verið að flýja undan hans oki til Íslands. Þannig að þá þessi spurning, íslenska þjóðin komin að konungakyni? Þó við getum kannski ekkert sagt neitt til þetta með fullri vissu, að þá hafa hins vegar engar svona konungagrafir fundist hér á Íslandi. Þær grafir sem hafa fundist hafa svona mestmegnis verið bara frá bjargálna bændafólki, bara svona venjulegu bændafólki sem hefur verið nokkuð jafnsett í lífinu, ekki einhverjir smákóngar eða höfðingjar en neitt í þá átt.
Þá skulum við láta þessari umfjöllun lokið kafla 2.5 og 2.6.